Það sigur í toppbaráttunni, þú ert náttúrulega fyrst og fremst bara ánægður með það? Jú, það var gott að fá sigur og við vorum alls ekkert góðar hinn í dag en við vinnum í 3 og bara guðslega fegin fyrir því. Ekki góðar fyrir sóknarleikurinn styrðu bara svona hjá báðum liðum einhvern veginn, já samt mikið skorað en hvað varstu óánægðastur með? Ég var eiginlega bara heilt yfir bara varnarlega voru við bara lélegir. Þær auðvitað spiluðu ágætlega bara fínt og voru kannski að setja okkur svona á test þar sem við vorum bara ekki tilbúnar og við sóknarleikurinn, jú, allt í lagi. Mér finnst gott flæði í fyrri hálfleiknum, skorum 17 mörk og skorum seinna hálfleik 15, svo það ekkert út að segja en varnarleikurinn svona heilt yfir í allan leikinn var bara slakur og svona virkaði svolítið svona niðri. Eigið að vera með sterkara lið heldur en Selfoss svona með að þessi leikur spilaðist það? Já, sko, ég veit það ekki. Það er auðvitað sumt sem þau eru óánægð með líka og þar komum bara svona sterkar inn en við auðvitað teljum okkur eigum að vera klára svona leiki á heimavelli en ég veist bara svona frammistaðan ekki bara nógu góð og ég held að allar séu satt við samanlega. Fannst þér hlutirnir eitthvað lagast þegar þú kemur með liðið inn í seinni hálfleikinn? Nei, mér finnst það kom smá barátta inn í síðustu 10 mínúturnar og það virkaði eins og við vorum svolítið klárar þar og þetta er bara fínt að vinna leik og vera ekki alveg nógu sátt við spilamennskunni, þá getum við alltaf lagað. Framhaldið, já framháleik núna á eftir, þeir eru búin að jafna fram að stigum, bara mikil barátta framöndan. Já, þetta er bara hörkuleikir eftir, þetta er fyrsti leikur í þriðju umferð og 6 hörkuleikir eftir og við verðum allir svolítið svona tætt alla leið og þetta verður bara spennandi. Svo verður bara að sjá til hvernig staðan verður þegar að lokum kemur. Já, takk fyrir það.